Hæ, ertu að gera eitthvað? Ég hef ábendingu fyrir þig áhugaverða. Sure, frá Triton. Ég byrja að líða eins og sendiherra fyrir þetta merki því ég hef unnið með svo mörg af vörum þeirra og flestar voru traustar að ég líður eins og stærsti sérfræðingur í þessu merki að minnstakosti hér á Íslandi. Og þess vegna var ég forvitin þessa skurðasögu líka. Og bara svona til að nefna það, þá sá ég nákvæmlega sömu sögu nema með aðeins minni blað undir öðru, en viftaramerki. Og ég hugsaði að framleiðandinn sem báðar þessar vörumerki fá sögina frá væri líklega ekki neinn amatör. Þegar ég skoðaði myndirnar og tæknilegar upplýsingar vöktu þrír hlutir athygli mína. Í fyrsta lagi auðvitað það sem sést við fyrstu sýn leiðsögn þessara geislahreyfingar. Tvær leiðilegar stangir sem algeng lausn en oftast eru þær fastar við skurðareininguna og þegar hún hreyfist renna þær aftur fyrir sögina sem ekki mjög hagkvæmt. Nýlega hefur þessi lausn orðið sífellt algengari hvort sem það með tveimur eða fleiri stöngum sem eru fastar áfram og skurðareiningin rennur eftir þeim. Önnur atriði sem vakti athygli mína strax á myndinni mótorinn. Staða hans gagnvart blaðinu undir 45 gráðu horni. Það hefur þann kost að þú getur hallað blaðinu í báðar áttir við skurðinn. Ef þú ert með sög sem hefur mótorinn lóðrétt, þá yfirleitt hægt að halla henni aðeins í aðra áttina. Það eru til fleiri lausnir, en þessi lausn mjög þétt og aðallega hagnýt. Þessi saga vegna breytileika síns gerir kleift að gera í raun alla tegundir skurða sem þýðir bæði skáskurð og hallaskurð, en einnig samsettan skurð þar sem þú stillir bæði skáskurð og hallaskurð og skerð í báðar áttir. Þessi saga því mjög fjölhæf og hver og einn finnur sína uppáhaldsstöðu. Það þýðir að sumir kjósa að skera með vinstri hendi, aðrir með hægri hendi, sumir vilja halda vinnustykkinu, hægra megin, aðrir vinstra megin. Og þetta allt leyfir þessi saga. Þannig ég held að hún sé mjög notendavæn, hún aðlagar sig einfaldlega að þér. Og þriðja atriði sem vakti áhuga mig þyngdin sem yfir 20 kíló sem mér finnst vera frekar mikið fyrir svona stóra sög. Og ég típan sem kýs freka þyngri hluti því þeir vekja traust hjá mér. Auðvitað ef þú þarft sög sem þú vilt stöðugt flytja einhver staðar, fáðu þér einhverja minni með litlum skífur og lítilli þyngd. Þetta meðlungstór saga sem þýðir skífa með þvermál einhver staðar í kringum 250 mm. Sú minnstu flokkar, þeir með skífur sem 210, 216 mm. Og aftur, stærsti flokkurinn sem nú þegar risastóra sögur hafa skífu yfir 300 mm. Þetta þá miðjan og fyrir flest það sem venjulegur, ekki bara áhugamaður heldur. Einnig fagmanneska gerir í sinni iðju þessi saga algjörlega nægjanleg og skurðurinn líka fullkomin. Við hliðina á öllum mögulegum og ómögulegum stöðum fyrir að saga hefur sagan einnig flutningsstöðu, þar sem þú færir blaðið aftur, læsir því gegn hreyfingu, síðan hallarðu söginni alveg niður og læsir henni gegn samdrætti. Og þú notar handfangi, með því geturðu flutt sögina, tiltölulega auðveldlega. Við flutning myndu örugglega líka kunna að meta annan lítinn snjallleika, sem í raun pláss fyrir að vefja snúrunni. Og þegar þú vilt síðan afvefja hana, þá þarftu ekki að afvefja hana handvirkt, heldur nóg að halla henni svona og taka hana niður. Og svo hlutir sem glöddu mig skemmtilega eftir fyrstu prófun eða eftir einhver tíma í notkun. Og það sem gladdi mig líklega mest var útsogið. Sögin hefur frá framleiðslu stórt göng og bak við blaðið til að leiða frá sæi, en því miður fer örugglega minna en helmingur allsaksins í gegnum það göng, sem synd því það hægt að bæta við einfaldri lausn, til dæmis úr pappa eða helst úr einhverju þunnu gúmmíki. Og á því augnabliki dregur sagan út eða fjarlægi við kannski best af öllum mýtusögunum sem ég nokkuð tíma séð. Í þessu tilfelli með þessari uppsetningu ég ekki hræddur við að nota sögina í verkstæðinu því að langflest fer annarkvort í pokann eða í útsogið sem ég nota. Annars vil ég benda ykkur á að það nokkuð stórt þvermál hér. Nánar tiltekið 58 mm og það í raun staðall sem þú finnur hjá iðnaðarverkstæðis, ryksugun. Svo venjulegur endi frá ryksugu mun ekki passa þar. Og ég leysi það þannig að ég með venjulega slöngu frá ryksugu og svona varaslöngu eða framlengingu ennþá frá rockler. Ég tengi þessar tvær slöngur saman með venjulegum endum og á báðum endum hef ég svo þá stóru sem passa í ryksuguna. Það þýðir að ég set eina í ryksuguna, hina set ég hér í sagarinn og dreg úr.
Og það auðvitað ennþá betra en að hafa pokann þar, því loftstraumurinn ber með sér fleiri sagnir sem annars myndi fara framhjá. Þegar ég sagði að það sem blæddi mig mest var sogið, þá var það smá ýkjur, því auðvitað það fyrsta sem þið langar að vita skurðasög, nákvæmni. Svo, nákvæmnin blæddi mig líka, því án þess að stilla neitt, sker hún mjög, nákvæmlega. Þegar við erum að tala nákvæmni, verð ég líka að nefna leysirinn. Sjálfur nota ég ekki leysirinn, mjög oft en þessi virkilega vel hannaður. Í fortíðinni, þegar ég átti sög, voru leysar oftast undir blaðinu. Og það var ekki alveg það rétta. Þessi í raun á svipuðum grunni eins og hjá sömu merkjum í dag með hvítum diólum og blaðið varpar þá skugga á vinnustykki og þannig ákvarðaði skurðalínuna. Hér það eitthvað svipað nema í staðinn fyrir hvíta diólu hér, rauð, og þú varpar í raun geislanum, líka í gegnum blaðið. Það sem blaðið hægt að halla til beggja hliða þurfa báðar viðmiðunarlínunar að vera stillanlega bæði til hægri og vinstri sem raunin hér. Auk þess hægt að fjarlægja upphækkaða hlutan auðveldlega með slíkum, hraðklemmu excentra og neðri lágu hlutar viðmiðunarlínunar hafa göt sem þú getur notað til að festa þín eigin viðmiðunarpunkta. Til dæmis, þegar þú þarft að skera þannig að bakliðin verði eins fullkomin og mögulegt getur þú sett þinn eigin stuðning þar sem þú skerð með blaðinu og það mun tryggja hreint skurð jafnvel á bakliðinu. Annars getur þú auðvitað haft áhrif á gæði skurðarins, meðal annars með vali á blaði. Sá sem notaður hér alveg staðlaður, hefur 6 tennur, sker vel en ekki alveg blað fyrir þá allra hreinustu skurði. Þetta alhliða blað sem mun henda þér í flestum tilfellum. Ef þú vilt fá einhverja sérstaklega hreina skurði, mæli ég með að fá annað blað sem hendar betur fyrir það. Uppgefin hámark skurða geta lítur ekki mjög vel út við fyrstu sýn en það vegna þess að það dýpt eða hæð skurðarins í allri breiddinni á hreyfingu radíusins. Þú getur samt skorið gegnum miklu, þykkara efni með þessu blaði, alltaf 100 millimetrum, þó ekki í allri breiddinni á því sviði. Að sjálfsögðu hægt að stekka borðið. Hér það svona stopparar, á 2 leiðastöngum, svo þeir frekar stöðugir. Þeir geta aftur verið festir með hraðklemmu excentra og á báðum hliðum ennfremur útdraganlegi stopparar. Hallan á skífunni til beggja hliða í raun stjórnað með nokkrum, mismunandi stopparum sem getur verið svolítið ruglingslegt í byrjun en þegar þú nærð tökum á því mun það flýta verulega fyrir vinnu þinni og auðvitað gera hana nákvæmari. Eins og þú hefur kannski tekið eftir, þá hef ég þegar gert smá kynningu á þessari sög því mér fannst áhugaverðir þeir horn, sem fyrirfram skilgreindir hér og með læsingu, sérstaklega 30 og 1,6 gráður á ská og 30 og 3,9 gráður á hallanum. Og ég sagði í því myndbandi, kíktu á það ef þú vilt, að þetta í raun gildi sem notuð við að saga ýmsar skrautlistar. Og aftur, þetta bætir verulega nákvæmni og hraða í vinnu sinni. Hvað varðar stillingu á ská, þá hún bæði til hægri og vinstri, 50 gráður. Það afturlæsti staði, en þú getur alveg slökkt á læsingunni, stift hvaða stöðu sem og síðan nota vélræna bremsu. Þessi saga getur líka skorið raufar. Dýfteind á skurðinum við raufaskurð í raun stjórnað með einfaldu stöðvunarvélbúnaði. Það nokkuð sniðugt ef þú vilt gera forskurð til að tryggja hreinan skurð, þannig að þú getur stytt dýftina á forskurðinum, farið í gegnum það, síðan fellt stöðvarann frá og farið í gegnum astefnið. Þannig minnkarðu aðeins hættuna á að trefjafna rifni. Ég átti í vandræði með losunarkerfið á sömu mýtisjóðum. Ég hef jafnvel gert það óvist varanlega því að með hægri hendi var auðvelt að losa það, en þegar ég þurfti að nota vinstri hendina var það vandamál. Hér hjá Triton það gert þannig að það mjög auðvelt að stjórna því með báðum höndum. Ég meðvitaður að ég hef bara verið að hrósa, en það einfaldlega vegna þess að ég tel að sagan sé vel gerð og mér gengur vel að vinna með hana. Og þannig vil ég nefna að minnsta kosti eitt smáatriði sem mér finnst ekki alveg vel hugsað. Og það þessi klemmubúnaður sem úr einu stykki. Svo ef þú þarft að breyta hæðinni frá þunnu vinnustykki yfir í eitthvað þykkt, þá þarftu að skrúfa og það tekur ótrúlega langan tíma því það hvorki neitnrenni, né hraðskrúfunarbúnaður sem frekar niður. Samt væri hægt að gera það frekar einfaldlega. Það engin vafi á því að þessi saga virkilega vel heppnuð, mér gengur líka vel að vinna með hana, svo ef þú ert að leita að svipað stórri sög. Svipað útbúinni sög í þessum verðflokki 15.000, þá held ég að þessi módel frá Triton ætti ekki að vanta í ykkar þrengri val.
Takk fyrir að horfa, hafðu það gott og gerið eitthvað.